englarnir 3 í Åpenbarunarbókinni 14. kafla, þeir fluttu hver um sig þennan boðskap sem öll Åpenbarunarbókin í rauninni fjallar en aðal punkturinn í því, eða mikilvægið í þeim boðskap við eigum að tilbiðja skaparann og dómurinn hafinn á himni. Þetta ekki boðað yfirleitt frá ræðustólum fjölmargra kristinna trúfélaga. En það Guð á sér sinn söfnuð. Hann þarf ekki endilega að bera eitt ákveðið nafn vegna þess að fólki sem tilenga sér hjálpræði Guðs getur verið af ýmsu tagi. Ég get alveg séð ýmsa heiðingja, ekki alla, en ýmsa heiðingja og ýmsa Múhameðs trúar menn í Guðs ríki á efsta degi. Þeir bara fengu ekki boðskapinn, höfðu engin tækifæri, en lifðu réttlátu lífi og okkur gefið til kynna í fyrsta kaflanum í Rómverjabréfinu, eða hvað það annar kaflinn, það segir Páll postuli að allt sem vita verður skapara má vita af sköpuninni. Mennirnir eru því án afsökunar og Guð dæmir hvern og einn í samræmi við þann möguleika sem hann eða hún hafði á að tilenga sér. En svo segir í Jesaja 65 varðandi nýju borgina og nýju jörðina að í versi 24 áður en þeir kalla mun ég svara og áður en þeir hafa orðinu sleppt mun ég bænheyra. Úlfur og lamb munu vera saman á beit og ljónið mun eta sér naut en moldin skal vera fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra, segir Drottinn. Þannig verður það alla eilífð. Það verður stórkostlegt að lifa á nýju jörðinni og fá að ferðast allan alheiminn í fylgd með frelsaranum eins og þið gefur mjög sterklega til kynna í 14. kaflanum í Åpenbarunarbókinni. Borgin helga, engu lík. Allt þetta sá Jóhannes og skrifaði okkur til fróðleiks og undirbúnings fyrir það sem að gerast hér á jörðu. En svo segir í þessari litlu bók sem að Nahum spámaður skrifaði í 1. kafla og 9. versi: hvað bruggið þér gegn drottni? Hann eyðir svo að aftekum, verður að víkja að þessari eyðingu í lokin sem við erum að tala en þrengingin mun ekki koma tvisvar. Þrengingin bara gamalt hugtak yfir synd. Syndin mun ekki koma tvisvar. Aldrei aftur, því að nú hefur Guð gengið svo frá hlutunum að allir í alheimi hans höfðu tækifæri til að sjá að Guð réttlátur. Munið eftir því, þetta og það sé bara að minna mig á, ef ég myndi ekki muna eftir því. Munið eftir því að Jesús sagði, og þetta Jóhannes í 1. kafla 18. versi: enginn hefur nokkurn tíma séð Guð. Sonurinn eini Guð sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Svo sagði hann, sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn, en það hefur enginn séð Guð. Og ég hef oft brotið heilann þetta. Og við lásum á það að þannig í lokaköflum Åpenbarunarbókarinnar að við munum sjá ásjónu hans hvað hefur breyst. Að við sem höfum aldrei séð Guð eða jafnvel á himni, eins og hvers vegna var það að Satan gerði uppreist, bara svo ég gera langa sögu stutta. Og hann vildi fá að setjast í hásæti Guðs. Hann vildi fá að vera með í sköpun þessara jarðar, en hann skapaði sjálfur. Og þegar hann ekki fékk, þá var hann óánægður og fór að sá sæði illinda. Og hún var kastað út. Það eru mjög góða líkur í ljósi þess að sjálfur Drottinn Jesús Kristus segir þannig, Jóhannes 1:18, að enginn hefur séð Guð, að Guð hafi orðið að vera í felum. Því að í Jesaja 7. kafla, þegar Jesaja spámanni var leyft að sjá inn í himinin og hann sér Guð sitjandi á háu veldistóli og hann kemst að þeirri niðurstöðu: vei mér því ég syndugur maður og ég hef séð Drottinn almáttuga. Hann hélt hann væri að deyja. Hann vissi að syndugur maður deyr í návist Guðs. Bara gerist það sjálfur sér. En Guð sendi engil með glóðarmola frá undan altari
Guðs til að snerta vari Jesaja og taka burtu synd hans. Þegar Lúsífer gerði uppreisn á himni ásamt mörgum miklum fjölda engla, ef að Guð Faðirinn hefði opinberað sig þeim, þeir eru gjörsamlega tortíms strax. Og þá hefði deilan haldið áfram endalaust því að þeir voru búin að sá hinu illa og vantrausti á Guð á meðal annarra engla. Guð var af illri nauðsyn að bíða og leyfa syndinni að renna sitt skeið á enda. Í ljósi þess sem við höfum athugað hér í dag í lokaköfnum Upprunabókarinnar hafði Guð mjög góða og gilda ástæðu til að bíða, en hann vill ekki að neinum glatist. Núna, þegar Kristi kemur og tekur okkur inn í himinin, þá fáum við að sjá föðurinn, augliti til auglitis. Ég leyfi mér að hlakka til. Hvað við ykkur? Kannski hafið þið spurningar? Já, mér að fæst spyrja þig kannski framfandi við, þú sagðir að undirstöðust eina þegar væri 12 eins og postulandi. Já. En hvað verður þá Júdas einn af þeim? Nei, það held ég að sé alveg út til okkar. En af hverju sagði 12? Já. Af því það var einn valinn í staði fyrir hann. Já, en hann var samt postuli. Já, en það er bara eins og segir að Guð mun frelsa menn, en hann frelsar ekkert alla menn, bara þá sem að meðtaka boð hans, náð hans.